Já. Heyrðu, Velkomin. sömuleiðis. Takk. Og þú ert núna, Mhm. það er búið að koma auka þáttur, Já. þú komst ekki fyrir honum. Nei. Þannig að þetta er þín fyrstu orð eftir tónleikana Já. sem er að koma hérna. Já. Eins og þið kannski vitið, var Árni með tvenna fjölskyld, er ég ruggla, ég sagði þessi tvenna fjölskyldtónleika. Tvenna tónleika í Laugardalsvelli. Já. Síðasta föstudag. Mhm. Og hér er hann hrár Já. og óskorinn. Já. Hrár og umskorinn. Hrár og umskorinn að tjá sig þetta Já. fyrir ykkur í fyrsta Í skipti. dag er sérst sunnudagur, það er sunnudagskvöld. Þetta er í rauninni bara 2 dögum eftir tónleikana út af því að, og sko auka þátturinn kemur út á morgun, Sem er á mánudegi. mánudegi. En hann er að fara að taka upp, við erum að fara að taka upp bíómynd næstu vikundar, og hérna, Já. við mögum alveg segja það. Já, jú. Já, Við erum hann að er- gera sérst Ice Cast the Movie. Já, Og tökur á henni byrja núna á morgun. já, Þannig að ég verð, þú veist, í 12 tíma tökudöfum næstu 3 vikunar. já. Þannig að þetta er svona helsti tíminn sem að hendar. Mér finnst líka bara næst að fá þig svona hráan eftir, Ferskan, já. og óskorinn eftir, hráan og óskorinn eftir tónleikana, skilur. Já. Já, og hvernig fannst þér þetta? Hvernig upplifður þetta? Þetta var tense. Gaur, já maður, þetta var ógeðslega gaman. Já. Þetta var bara, þú veist, já, ég er ennþá að lenda, sko. Já. Þetta er, mér var svo, eins og þú sagðir aðan eitthvað svona, þú veist, að eftir svona dæmi, maður er alls má að ná sér. Bara 100%, bara, þú veist, ég uppliði bara laugardaginn, að því, þú veist, það á enginn að gera þetta. Nei, á enginn að upplifa svona mikla hæðir. Fattur þú hvað? Ég rætti þetta svo ógeðslega mikið við sjálfræðingin minn, að maður er að fá svo, maður er að fara í dópaminhæðir sem eru ekki eðlilegar, Já. skilur, það er enginn að, og ég upplýða líka eins og þú sagðir eitthvað og hafa bara verið þunglindur í gær, eða þú veist, skilur, ég upplýða sama, en ég var ekki að taka 2 klukkutíma, ég tók 8 lög yfir daginn, Já. og ég er ennþá bara eitthvað svona, þú veist, bara í daginn í dag var ég bara svona, það er, mér finnst mjög erfitt að komast yfir svona, Þetta er einmitt, tekur nokkra daga. Þetta er svona ónáttúrulegt dæmið, sko, Já. og maður venst þessu svona að vissu marki, en þetta, þú veist, þetta er bara eitthvað annað level. Special occasion. Gaur, bara halda fucking tónleika í Laugardalsvellinni og bara allir, þú veist, þetta var svo geðveikt krát, þú veist, Já. þetta var bara allir í svo góðum gýr Já. og bara þetta var insane og allir, þú veist, allir kunnu lögin nýju og Já, þetta var bara ótrúlegt og já, maður er bara svona ennþá að ná sér, sko. Ég held að sé mjög gott að ég sé að fara beint í Ice Cast the Movie, einhvern veginn bara svona, Já. þú veist, hafa eitthvað fyrir stafni, þannig að maður fá ekki svona, þú veist, oft fær maður svolítið svona blues eftir eitthvað já, svona stór verkefni. algjörlega, bara hvað Hvað ég gera Hvað við ég lífið. gera, En ég já. finn það alveg svona smá núna því, þú veist, ég er búin að stefna að þessu. Þetta er búin að vera markmiðið mitt núna síðustu 2 ár. platan og tónleikarnir. Já, eða sko bara tónleikarnir. Já. Bara, þú veist, ég meina ég planaði þessa tónleika ári, ég planaði plötuna. Já, Þú veist, ég man bara fyrir 2 árum því ég gerði herra hérna 10 ára afmælistónleikana í Hörpu. já, Beint, leið og ég búið með þá byrjaði ég að plana, herra í höllinni 2026 þegar Já. ég 30, ég verð að gera það. Þannig að, þú veist, ég er búin að vera bara svona að sigla að þessu markmiði og núna er einhvern veginn það búið já. og það er svo skrítið. Ég lendi í þessu þegar ég kláraði skólan. Já, Að, þú veist, ég var bara búin að vinna í 8 að þessu bara í einhver ár. Já. Svo bara þarf ég ekkert að gera þetta, svo er þetta bara búið. einmitt. Og maður er bara einhvern veginn, jæja, hvað nú? Skilur, maður er búin að vera stressaður yfir þessu að vinna, skilur. Mhm. Svo bara einhvern veginn, þetta er bara búið. Já, þetta var ótrúlegt, sko. Bara geðveitt. Já, Djúvel var þetta ógeðslega gaman, maður. Og ég bara hlakka til, þú veist, ég er bara búin að horfa, ég er búin að skoða öll þessi story sem búið að taka mig í og endur upplifið þetta. já. Þetta var svo trillt, sko. Ógeðslega gaman. Hvernig kemur Aftermovie? Er hún komin út? Aftermovie kemur í vikunni, hún er örugglega komin út þegar að þessi þáttu kemur. Já. Á Instagram og TikTok og YouTube. Er einhver svona gestur sem þið fannst standa sig eitthvað sérstaklega vel hana? Af þeim sem voru að syngja? Já, mér fannst... Ekkert samt verið að, þú ert ekkert að rössa neitt, bara hugsa þetta? Nei, algjörlega, nei, mér finnst þetta bara, þú veist, algjörlega svona yfir alla hina fannst mér, Já. þú veist, Frikki. Já, hann var alveg geggjaður, sko. Hann var alveg gjössalega geggjaður. En þú veist, close second samt, Já, er Jón, bróður hans. já, algjörlega. En það er nú einn af það sem komst í þriðja, hann fekk bronsið. Eitt skeggjaður og síðherður. Ekki? St. Pete, hann var alveg trublaður. Já, en svo er
Fjórða sætið maður, maður er nú lent í verra sætið en það, eða ekki? Já. Hver var þar? Í fjórða Ég segi Pétur Pappír Já, Hann var hann geggjaður er flottur. Hann passaði sér vel á eldurpinni sem ég var með og hann bara kom sterkur inn sko. Já, topp 5 er nú ekki til að hlæja af. Hvað sér ég? Topp 5 er ekki til að hlæja. Nei, já, Kristmundur alveg bara geggjaður sko. Hann var mjög hann kom sterkur inn sko. Já, en sjötta, það er líka bara flott. Já, það var líka svo gaman að taka þetta eftir svona langan tíma, það er svo langt síðan við tóku það. Já, algjörlega. Þannig að þú veist, það var alveg mjög næs sko. 7, Beckham, það er bara hannig. Já, minn maður. Já, það ekki. Já. Trilltist allt Já, það er Birnir. Já, Birnir. Já, en var svo var náttúrulega rúsinin í pulsendarum. Númer 8. Það ekki. Það var ekki fleiri. Jú, Spegill. Já. Til hann sem kannski ekki sem gest. Ég var. Já, þú varst geggjaður. Ekki. Já, mér fannst þú vera langbestur. Mér fannst ég einhvern veginn vera langbestur af öllum þarna. Og mér fannst líka bara, ég fann það bara mér fannst eiginlega flestir vera þarna bara fyrir mig. Já, ég sammála. Já, en þetta var mjög beautiful sko. Og líka, mér fannst líka þú veist, það er rosa mikil munur á fjölskyldutónleikum og kvöldtónleikunum. Eða fattur hvað við, bara svona stemmingin er öðruvísi og börnin eru allt annað prógram. Prógramið mitt var 2 tímar kvöldið. Það var klukkutími á fjölskyldusjónu. Þú veist, ég er ekkert að taka einhver deep cut, ekki það, þetta voru svo sem engin deep cuts eitthvað þannig, en þú veist, SK meina, ég er ekkert að taka það á fjölskyldutónleikunum. Nei. Eða Elías. Það er gaman að taka þessu gömlu lög, Hvítibólguld keðja og eitthvað. Djöfull er það gott lag. Já. Það er svo fyndið maður bara eitthvað 18 ára gutti. Já, ég var einmitt bara, þú veist, einhvern veginn ég man bara þegar þú gerir Cowboy og þegar gamla bíó, skilur, og það var bara shit, skilur, og við vorum bara eitthvað ég var að hita upp og svo búin að gefa út eitthvað 1 lag eða eitthvað, skilur, og bara taka bara einhver lög sem enginn hafði heyrt, skilur, og svo bara 9-10 ára seinna fucking höllin, sko. Það er rosalegt. Já, mér langar að gera þetta aftur. Aldrei veit það. Herra í höllinni 2. Who knows? Já, það var í gaman. Hvað kom, ég vildi líka spyrja, kannski fólk sem veit ekki, hvað, þú veist, þetta fólk veit ekki hversu mikil vinna fyrir í þetta og hversu mikið af fólki vinnur í þessu og þú veist, hvað kom þér á óvart við að pæla og gera þetta? Ég hef svona smá reynslu af þessu í gegnum Ice-Guys. Þú veist, við höfum gert höllina þar. Svona, ég gerir mig grein fyrir umstanginu sem að þú veist, þetta er rosalega mikið af fólki sem að lætur þetta ganga upp. Ég er ekki með 100% rétta tölu á hversu margir voru að vinna núna helgina, en ég veit til dæmis á Ice-Guys voru 120 manns að vinna. Það er rosa mikið af vinnu sem að skapast við þetta. Og þú veist, ég meina, þegar ég fór að skoða þig höllina á 5-daginn, þú veist, þá var byrjað að setja upp og bara fólk að, þú veist, hlaupa út allt og bara, þú veist, bera alls konar dót og ég mætti þarna með Pétri Pappír. Og ég var að segja mér bara pældi í því. Það er bara hver einasta manneskja sem þú sérði þetta er með eitthvað verkefni, einhver titil og er að gera eitthvað og er að vinna að tónleikunum. Þetta er svo mikið stökk úr gamla bíó eða eitthvað, þar sem að ég get bara það er bara 8 manns að vinna. Nei, þú veist, ég get bókað gamla bíó og þú veist, er með eina manneskja á launum, skilur. Já, algjörlega. Já, líka, ég var líka að hugsa, þú veist, þess að ég hef alveg spilað í Laugardalshöllinni nokkur sinnum og þú mjög oft, þú náttúrulega hefur náttúrulega verið með Ice-Guys, ég var að hugsa, þú veist, þetta er samt allt öðruvísi fyrir því, þú veist, það er hver einasta mannskjönda er þetta bara til að sjá þig, skilur. Já, það er ótrúlegt, sko. Það er það, sko. Já, líka bara, þú veist, það var svo geggjað þegar... Þetta minnir mér svo á, ég var að spila hérna á Raufarhöfn fyrir nokkrum árum á úlingaballi, sko.
og þú veist, ég var bara eitthvað, allir hérna eru hérna til að sjá mig. Já, báðir hérna til að sjá Báðir mig. hérna eru hérna bara til að sjá mig. Nei, já, svo líka, þú veist, St. Pete var svo geggjaður Já. í upphituninni, Kristmundur líka og ég þú veist, gaur, ég fór bara að hágráta þegar ég var að horfa á Kristmund Aha. þegar hann tók komin heim. Í alveg. Já, ég var svona þú veist, ég fann að vera að koma, ég var á þarna sölunum með Já. fjölskyldinni og já, svo þegar hann hætti að syngja og þú veist, krátið byrjaði að syngja Já. loka viðlagið, Aha. ég bara hneig niður, sko. Já. Þetta var svo mikið skriftum tilfinningum hana. Já, ég náði ekki að sjá nógu mikið. Ég var svo mikið bakvið og að reyna að taka upp þennan auka þátt. Já. Og svo var, þú veist, það var svo mikið rugl með, það voru allir með mismunandi lagalista. Já, já. Og þannig ég þorði ekki að vera upp á svölum. Nei. Ef það kem allir bara herri kynni Já. þetta svið og ég þú veist, 200 metrum frá það. Já. Eða skilur. Þannig ég ákvað að vera frekar bara. Við tökum ekki upp auka þátt á næsta herra í höllinni. Jú. En það? Ég veit það ekki. Nei, jú, kannski. En þá var ég til að vera fleiri mæka. Þá var þetta klárað bara í einu rönni, skilur. Já. En þú veist, já. En ég ætlaði fleiri að koma en svo bara einhvern veginn týnist tíminn, skilur, Já. þegar maður er bara einhvern veginn á milljón. En þú veist. Þannig týnist tíminn. Þannig týnist tíminn. En við erum í boði Happy Hydrate og Dominos. Dominios, félagsmiðstöðin 40 Já. fyrir afslátt. Já, 40% afslátt. Og mælum við eindriði með að fá sér kreatín eða hydration stikur. Hydration. Hydration frá Aldrei Kingstown. spjargaði mér helgina maður. Já, Hydration frá Kingstown. 100%. Hydration. Hydration. Bombaklatt. Hydration bombaklatt frá Já. Kingstown. Þeir ætti að gera bombaklatt bragð. Já, gauður, það er geðveitt bragð. Með svona gulum og rauðum og grænum Bombaklatt. bombaklatt. Félagsmiðstöðar stikan. Já, þetta er hérna Kingstown stikan. 10% sölt og steirinn og 90% CBD. Já, það er þetta geðveitt. Bombaklatt. Það er CBD olía. Mixar þið út í drikkin og æfingu. Já, geðveitt. Beint frá Kingstown. Heyrðu, þetta er ekki það eina sem að gerast um helgina. Veistu hvað gerast líka um helgina? Nei. Conor McGregor Já, tilkynnti bardaga. bardaga á móti Max Holloway í Vegas Já. 11. júlí. Svo ég ætla að taka því hvort myndir frekar Huginn. Ok, ég er til í það. Hvort myndir frekar Já. moka skurð á Íslandi Já. eða fara með besta viniðinum til Vegas á Conor McGregor. Ég myndi fara með besta verið mínum á Conor McGregor. En það, því ég er ekki Já. að spila 11. júlí sko. Ekki? Það er flug út 9:30 og við getum verið lentir 4 í Vegas. Í alvöru? Í alvörunni? Getur við fengið miða? Já. Við bara græðum með það. Já. Ég er til. Er það ekki? Jú. Let's go. Sara alltaf líka? Aha. Já. Alltaf gengu. Já. Hvað? 11. júlí. Verður ekki lengst upp í kæðsjónu nú gamanlega? Jú. Jú, ég hef kannski tjekka á því. Jú. Ég meina þetta er laugadagur, við getum verið komin heim bara á mánudegi eða eitthvað. Það var ekki geðveikt. Já. Eða þriðjudegi, við verðum nýta ferðina þess kannski. Ég vil tjekka á hann eftir. Jú. Hvað er þetta að gera í Vegas? Ég veit að ég getum kannski farið á gamla smá. Kannski. Getum farið í Pawn Store. Og keypt svona, gaur, gera það. Mhm. Félagsbústöðin aukaþáttur við að kaupa eitthvað svona pawn dót, svona skúr eða svona geymslu. Fara í gegnum það. Já, þú ert að tala um hérna fucking storage. Já, storage room Já, eitthvað. ég er feitilega. Það var ekki eðvig. Ef félagsfyrstuðin fer bara eitthvað auction og kaupir storage og við fyrir bara til vek. Já, let's go. Það var ekki eðvig. Já, en þú veist, eina sem ég hugsa er, þú veist, verður þessi bardagi? Það hlýtur að vera. Já, sko, þetta er náttúrulega, þetta er alveg gaml með með Conor. en ég menna, þú veist, Co-Main er Perry the Berry, skilur, sem verður samt geðveitt og bara eitthvað að vera í Vegas og þetta að fara á eitthvað sjó og eitthvað galdrasjó. Heldur að Macaulay Culkin sé með eitthvað sjó hana? Já, kannski. Ok, þá er Inga klár, sko. Hún dýrkar hann. Já. Hún segist vilja hallpass ef það er Macaulay Culkin. Vill hún vera home alone með honum með það? Já. Nei, ég tjóka.
já, það hljómar ekkert eðla vel. Gekkja. Og náttúrulega bara já, vá, hvað væri geðvikt. En ég er svo hrættur að þetta væri cancela. Já, en ég meina, þú veist, það bara En kartið er alltaf já, algjörlega. Heyrðu, ég er með einn nýjan lið sem ég ætla að fá að taka því áður en við sem að heitir bíómynd eða ekki. Ok, þetta er næst, því ég þekki enga bíómyndir. Já, og þetta eru nöfn á bíómyndum og þú þátt ekki segja hvort þetta sé alveg eða ekki. Þetta er smá bara eins og einkamál dæmið þitt. Já, einmitt, ég þarf að gera það aftur. Já. Og það má velta steinum. Já. The man who killed Hitler and then the Bigfoot. Þetta er hljómar svo bíómynd sem þú búið að gera. Ég ætla ekki að segja það neitt fyrir við erum búinir. Þannig að þú bara giskar og við bara ræðum þetta, skilur. Ok. Ég ætla að segja að þetta sé ekki bíómynd. James Bond, Octopussy. Þetta er bíómynd. Veistu það? Ég veit það, já, ég hef heyrt þetta, Octopussy. Hvað heldur að The Man Who Killed Hitler and then the Bigfoot snúist? Ég veit það ekki, en ég veit að Octopussy er þig. Sígur mig inn, eins og kolkarbi, eins og í möndluleginu. Mandla. Cannibal women in the avocado jungle of death. Þetta getur ekki verið alveg mynd. Alveg að henda inn avocado er mesta huginn. Cannibal women in the avocado jungle of death. Ok. Búið með 3 ár. Marstu, sorry, ég takk svo fyrir hlýja. Þessi sófi sem við setjum í. Já. Marstu þegar ég glemdi þegar við höfum tekið. Já. Þegar allt í postaðan inn á chatti, bara mynd. Hvar er sófinn sem var í þetta? Hvar er sófinn sem var í þetta? Og ég er svona, já, það var í svona sameiginlegu rými. Ég var að labba framjá og ég bara, hvar er sófinn minn? Hver tók sófann? Og svo sagði Kristján, þú? Já, þannig niðri. Hann er niðri í podcastabrygginu, já. Já, og svo er ég með hérna Popeye, the Slayer Man. Popeye, the Slayer Man. Við sko Popeye er. Já, Stjáni Blái. Já. Ég ætla að segja að þetta sé ekki. Jú, heyrðu, ég ætla að segja þetta sé mynd. Akkur. Að því mér líður eins og þetta sé einhver svona grín, eða þú veist svona, hafa gerði einhver svona hryllingsmynd Stjána Bláa. Ok. Að því að hann hét Popeye the Sailor Man, en þetta var the Slayer Man. Geggjað. Ok, mynd sem að gæti verið þig. The man with the smallest penis in existence and the electron microscope technician who loved him. The man with the smallest penis in existence and the electron microscope technician who loved him. Ég ætla að segja að þetta sé ekki mynd. Því ég man ekki eftir að þú hafið einhvern tíma að fara í 3 vikna tökur. Fucking þýðum. Ok, slow torture puke chamber. Ég bara Þetta er ekki alvöru mynd. Slow torture puke chamber. Ok, það eru 2 eftir. 2 eftir. Attack of the 50-foot chihuahua from outer space. Þetta er alvöru mynd. Þetta er einhver ömurleg mynd. Attack of the 50-foot chihuahua from outer space. Ok, og síðasta. Svo fyrir við þetta. How to get the man's foot out of your ass. Það er að segja þetta eins og enn. How to get the man's foot out of your ass. Eins og enn. How to get the man's foot out of your ass. Þetta er mynd. Þetta er mynd. Já, þetta er mynd. Ok, kannski segja hérna. The man who killed Hitler and then the Bigfoot. Það er bíómynd. Er það bíómynd? Það er bíómynd. Hvað mynd er það? Það er The Man Who Killed Hitler and then Bigfoot. Það er mynd frá 2018. Hefur séð hana? Nei, ég ekki séð hana. Þetta er svona maður sem að drap Hitler og svo stórfætt. og draf síðan Bigfoot. Nei, hann var í stríðinu og draf Hitler og svo setna þá fer hann og dreipir Bigfoot. Þetta er alveg stór mynd, sko. Já, ok. Þetta er með hérna Leonardo DiCaprio. Nei, hérna
Já, Sam Elliott. Já, veistu hvað það er? Jú. Já. Ok. James Bond Octopussy, það er líka mynd. Svo er Cannibal Women in the Avocado Jungle of Death. Þetta er aldrei mynd. Það er mynd. Ha? Já, það er mynd. Hún er frá 1989. Hún er með 4,7 MDB. Ok, það fekk gott. Já, og þetta sérst snýst sérst the US government eager to protect the nation's avocado supplies recruits feminist professor Margot Hunt to make contact with piranha women, an all-female tribe who believe men are only good as a source of food. Já. Þannig að það var einhver áhuga á að við varum með sýningu þessari mynd og þannig þetta er mynd líka. Popeye the Slayer Man. Það er eitthvað sem ég finnst áhugavert. Þetta er mynd. En þetta er sko upp á síðustegu er komin það langur tími síðan að Stjáni Blái Public Domain. Já, Bang-Simon, Mickey Mouse og eitthvað svona að það með allir gera þannig að það búið að koma bara eitthvað Winnie the Pooh Zombie Apocalypse þannig að það er bara búið að gera endalaust það er komin einhverja 3 Stjána Bláar hryllingsmyndir. Þannig að þetta var fullkomlega rétt kallað. Fullkomlega rétt, já. Wow. Ég vil sína þér hérna Popeye the Slayer Man. Veistu hvað? Ég hugsaði meira þess að ég hefði að segja það bara en já, Popeye er orðið Public Tjekka Domain. Já. Hvað er með á Rotten? 3,6 hérna á IMDb. Rotten, þetta er svona Rotten kall. 42%, það er náttúrulega. 51 búin að vota. Hvað var næsta mynd? Næsta mynd var The Man with the smallest penis in existence and the electron microscope technician who loved him. Ég man ekki hvað ég sagði. Þú sagði þetta var ekki mynd. Ok, er þetta mynd? Þetta er mynd. Er þetta allt myndir? Þetta er allt myndir. Þetta er allt alveg myndir. Allt? Já, hún er 5,3 þessi. Ok. Frá 2003. Our one man's pencil dick is in another man's hack blammer. The truth that Stefan Guttenheim needed to swallow. Wow. Þetta er teiknimynd. Svo var Slow Torture Puke Chamber. Inga, kærasta mín, hún dyrkaði þessa. Það? Já, hún sendi mér þessa og dyrkar hana. Og Attack of the 50-Foot Chihuahua from Outer Space. Þú giskar það var en mynd. Það er mynd. Og svo How to Get the Man's Foot Aries er líka mynd. Með hverjum er hún? Veist já, það hljómar samt eins og einhver mynd sem gæti alveg verið eitthvað svona köld. Hún er með 7,3. Já. Veist já. Er hún með... Hún heit líka já, ok. Hún er greinlega með svona fallegri titil þegar hún fór víðar. Badass. Original title, How to Get the Man's Foot Aries. Er þetta einhver 70s mynd eða? Nei, 2003. Ok. Þetta er með Mario Van Peebles og D.K. Carter. Og Joy Bryant. Terry Crews. Já, þetta er kongurinn. Vincent Schiavelli líka. Og Paul Rodriguez. Rodriguez. En já, næst skal ég vera með blöndum. Ég fannst bara svo mikið af hérna svo góðum myndum sem að make engan sens. Ég leika á því. Og þú félst fyrir. Viljandi. Já, varstu búin að skoða flug? Hvað kostar flugið út? Það er kannski ræðan það áfer. Já, kostar 100 skall. Það er náttúrulega ekki neitt. Það er samt... Það er ódýrt. Finnst þetta ekki? Jú. Það er kannski að bulla það. Ég var búin að skoða það, sko. Það er hægt að velja nokkur flug, sko. Það er... Okay. Við getum farið út klukkan eitthvað 11:30 og verið komnir þá klukkan 5 og þá er það 2 vélar. Ok. Eða við getum farið 9:30 og verið komnir 4 en það eru 3 vélar. Þú veist, það eru komnir fyrr en það er svona aðeins leiðilegra ferðalag. Já. Ég hugsa að þetta endi þannig, sko. Bara til að vera, þú veist. Já. Já, eða svona ég veit ekki. Hvenær byrjar eventin? Það er prelims bara klukkan 5 eða eitthvað. Já. Það er eitthvað betra að vera mætti 4. Já. Upp á að koma á töskunum upp á herbyggi og eitthvað. Þetta verður svo gaman. Þetta væri rosalegt. Þetta verður geðveikt. Við getum líka tekið bara PJ. Bara beint flug. Já, þetta gerum við það. Tökum bara private jet. Eða ekki? Jú, já, það er miklu þægilegra. Það er alveg verulega fyrstir. Jú, þetta gerum við það bara. Tökum bara einhver flug. Það er miklu þægilegra. Miklu þægilegra. Hvað erum við að pæla? Hvað er að skoða þetta? Þú ertu rugglaður. Hvað ætli kosti private jet frá London? Hvort er nær London eða Köpen eða Noregur eða Ég Svíþjóð? myndi alltaf London.
Er það nær? Já, Ok, London to, spyrjum hérna já, meina til Las Vegas, ég veit Já. það ekki alveg. Jú, örugglega. London to Las Vegas. Þið eru með okkur hérna í þessu, við erum bara eitthvað að skoða þetta. Já, við erum að tjekka á þessu. Private jet. Má ég sjá? Ég hugsa samt að þetta sé örugglega ekkert eins dýrt og maður myndi halda. Jú, ég held nefnilega, ég hef einhvern tíma skoðað The closest major European city to Las Vegas by geographical flight distance is Reykjavík. Ha? Erum við nær Vegas heldur en London? Já. London er hináttina, ég held þú væri bara að meina út að það væri kannski ekki hægt að fá Ó. einkaflugninga. Já, Köttum þetta út. Ég var köttum Já, þetta út. eftir stóra Argentínu Argentínumáli. Já, við erum nær, sko. Eina sem ég hugsaði væri kannski á Grænland væri nær. Og það er kannski lítið að gera einkaflugunum þar. Ok, tala aðeins. Já, sko, ég veit ekki hvað einkaflug kostar og ég hugsaði að sé alveg galið dýrt, en ég held samt að sé ekki eins dýrt að flesti myndu giska á. Ég held að það sé ógeðslega dýrt. Ég Já. hef einhvern tíma skoðað þetta í Heldur að þú getur ekki með bara 6 milljónum, en þú veist, það er samt ekki eitthvað out of this world penningur. Sko, fyrir London og Las Vegas eru 80.000 til $130.000. Það er svona 10 til 15 milljónur. Í aðra leið. Það er galið. Já, en hver, þú coverar þangað og ég kaupi með það heim. Já. Má ég sjá, já. Far með í fyrsta farri með first class London til Las Vegas er það bil 3.000 pund til 6.000 pund. Svo engaþotan er 15 til 30 sinnum dýrari. En já, þú veist, það eru bara svona stórar engaþotur sem að fljúga svona langt. Já, meinar. Og djúlega tæft að ég var að fara í, djúlega tæft að ég fór í engaflugvél. Við vorum svo nálægt í. Við vorum svo tæpir að fara í engaflugvél, Við vorum svo nálægt í. En sko, ef við tökum bara hérna, er þetta skemmtilegt að hlusta á þetta? Við erum bara að pæla. Já, það hlýtur að vera. Sko, við erum bara eitthvað, við erum verið þreyttir eftir helgina. En veistu hvað við getum skoðað? Hvað? Við getum skoðað að því þú veist, Keflavík til Minneapolis, það er fyrsta flugið. Já. Það er alveg 6,5. Ok. Og svo er þetta Minneapolis til Salt Lake City og Salt Lake City til Las Vegas. En við gætum skoðað a private jet frá Minneapolis tekið bara 6,5 og svo bara beint í PJ, beint í Vegas. Þú veist, já, ég er til að skoða en þú veist, hvað er, þú veist, ég held að við verðum samt að taka fram, sko, við erum á aðeins mismunandi klassa hérna, sko. Ég vil ekki samt að það miskilist eins og ég hef aldrei og bara aldrei verið nálægt því að fljúga í einkaþotu, sko. En áðan? Já, reyndar áðan, já. To Las Vegas, private jet. Ef þetta er bara eitthvað, ég veit, maður veit ekki þegar maður Spurning komið hvort ekki dippaði aðeins í sparnareikningin á Lukas. Já, það var geðveikt. Ég er búin að tæma hjá strákunum. Já, ég er svona að spá og Hauk líka bara upp á, svo bara græði það setna. Já, græði það í Vegas bara. Já, ég græði það, ég tvöfaldar pinningi þeirra, sko. Má ég sjá, þetta eru $17.000, 6 til 8 farþegar. Já, hvað er það, 2 milljónir? Það er allt og mikið, gur. Já, líka fyrir, sko. Já, þú veist, við þurfum þetta ekki. Nei, við erum að spara okkur kannski klukkutíma. Frá frekar, við fljúum frekar bara venjulega til Vegas og fáum að taka myndir inn í svona private jet. Er ekki líka að private jet, það er so cold right now. Já, manstu þegar, það er náttúrulega nokkuð dæmi rappara sem að manstu það báa og postaði mynd af engaflugvél og peningum eitthvað. Já. Og það var bara einhver það var bara þykjast. Tumblr mynd, manstu þetta Tumblr. Já. Og svo var einhver sem náði mynd á honum bara í bara business class. Já, hann hérna, já, business class, ég man eftir þessu, nei, Báa, sko, hann postaði mynd af sér við einkaþotu og sagði eitthvað New York we coming, eitthvað, þetta var með eitthvað show í New York. Postaði sér mynd og svo bara svona klukkutíma setna er gæði sem postar mynd af honum í venjulegri flugvél. Hann postaði þessari mynd hérna. Já. Sittum hann á Instagram. Já, einmitt, hann postaði þessari mynd einmitt, sem hann átti ekki einu sinni. Já, hann bara postaði bara þetta er ekki eins og mynd af honum, þetta er bara mynd af engaflugvél, við erum að koma til New York og svo er eitthvað gæði sem að teka mynd af honum sofandi eða eitthvað í venjulegri flugvél. Báa á leiðin til New York. Sittum myndin, hann er reynda með skjá, ég gef hann það og virðist vera með fínt fotoblás. Já. En þetta er samt svona, ég held að
það sé ógeðslega mikið af svona fake money í rappurum í Bandaríkjunum. Allar þessar keðjur og allt þetta skilur, ég held sér mjög mikið af þessu fake. Gaur, líka bara á Íslandi, sko. Aha. Hvað meinarðu, það? Eða þú veist, ert að meina... Já, ég og þú vitum alveg, skilur þegar við höfum séð einhverja menn vera að flexa einhverju og við vitum hver staðan skilur en það ekki smikið kannski svona keðjudæmi en já, ég veit það 100% já, á þess að fara eitthvað djúpt í það en já, 100% skilur en ég held að sé bara svo, þú veist, ég held að fólk miskili hversu ríkir gæðinir í Bandaríkjunum til þess að segja. Þetta ekki bara allstar, þú veist, bara þú veist, í öllum kreðsum, bara eins og þú veist bara þú veist, maður sér bara eitthvað vinafólk, skilur vera posting, bara allir það er bara allir að láta líta eins vel út og hægt skilur algjörlega, já, 100% þannig að, en já og svo er þetta náttúrulega líka ekstra slæmt, þú veist, eins og í bandarísku rappi og eins og bara að sjá núna með Offset, þú veist, það er bara allir klessu hjá honum já, og menn eru bara eitthvað svo, já þú veist, það er bara hann skulda pening út allt og Já, hann var skotin daginn hann og eitthvað Lil TJ átt að vera eitthvað inn í því og eitthvað út að hann lána hann pening og vildi ekki borga og það var einhver OnlyFans skjala sem að var að lána hann einhvern pening og fór eitthvað vókal með það Já, pældi því Offset skilur bara eitt stærsti rappur í heiminn er bara á engan pening skilur bara á ekki neitt allt bara búið að fara í einhverja bílalegur og einhverja keðjur play pretend það er líka, ég vil trúa að ef ég hefði meika í Bandaríkjunum eitthvað mér líður eins og ég hefði verið nógu skynsamur og nógu bara skynsamur, ég held að sé rétt orðið til að láta það duga og sko að taka ekki þessi of stór skref að fá ekki $1 million og taka þá lán á $20 million húsi eða fattaru þegar $1 million húsi eru bara geðvitt líka skilur já, ég held að sé líka, þú veist, maður þarf að taka að því, þú veist, þessi gaurar sem að við hlustum á og við sjáum gera þessi mistök úti þeir eru bara þú veist, þeir fengu ekki sömu spil og við fattaru, þeir fengu ekki einu sinni, þú veist bara, þeir fengu ekki svona spil, þeir fengu bara teninga, þú veist, þeir fengu bara eitthvað allt annað, skilur, þannig að þú veist, fyrir Offset, fattur að fá bara eitthvað, heyrðu, hérna er dugg skrifa undir ennum samning og svo bara allt í hennu á hann ekki neitt og skuldar ógeðslega mikið og það er svo þægilegt fyrir okkur að vera bara eitthvað, já, ég held ég myndi gera þetta öðruvísi mættalega, af því að við erum ekki bara búin að reyka grasin vorum 7 ára, skilur þetta var ekki ég ég fór í tölvun einum daginn, sko hérna, já, en ég líka átt að hugsa þetta með eins og NFL-leikmenn og NBA-leikmenn sem er bara eitthvað búin að græða $100 million og eiga ekkert Gauir, please einhver gefi mér $100 million og taki í stöðuna mér til 10 en þetta er líka gaurar sem koma úr svipum aðstæðum kannski og Offset skilur með kannski engan pappa á heimilinu og þú veist mikil neysla og bara þú veist algjörlega minnst þetta bara svo hellað skilur að einhvern veginn og líka þú veist, ég held líka bara að sko hérna hvað segir maður svona hversu ríkur og hversu fátakur þú ert í Bandaríkjunum er á svo allt öðru leveli hversu fátakur þú getur verið skilur að menn eru kannski bara að verða ríkir og sitja uppi bara með allt hverfið á sér skilur sjáum það og líka hvað þú getur verið fljótur að eyða pening þú veist eins og þú kaupir hérna bara segjum að þú verið bara overnight celebrity á Íslandi og ok segjum að þú vinnur bara í lottón á Íslandi og fá bara hérna bara 500 milljónir þú veist, þú kaupir hús á 300 milljónir og svo þú veist þú ert ekki með sundlaug sem kostar ógeðslega mikið að halda við þú ert ekki með hérna fólk að sjá garðinn þetta er ekki alveg sömu levels þú veist bara kostnaður með að eiga svona statushús í Bandaríkjunum er svo hellaður ég held nefnilega að ég væri með leið og peningurinn hættir að tikka þá bara, þú veist, þá fer þetta bara strax í hakk, skilur á meðan að þú getur kannski haldið þér á floti lengur hérna heima eða þú ert skuldlaus ég held bara að ég myndi miklu frekar vera, þú veist bara eins og Post Malone eða eitthvað sem að í stæðan fyrir að búa í LA eitthvað á hann bara eitthvað
risastórt ranch einhvers staðar og þú ert nú ríkur Já. til að það sé langt í burtu, skiptir einhver máli, Já, þú já. flýgur bara öllum á. Já. Fattar hvað ég Já, við, já. þú veist. Ertu búin að sjá hérna Jake Paul ranch? Já, ég er búin að sjá það líka. Heyr. Af hverju myndir ekki freka vilja þetta, heldur Já. en að eiga eitthvað fucking, þú veist, geggja hús í LA-in, bara í traffíkinni og þú veist, þú ert nú ríkur til að ef þú vilt fá vinniðina, kottu með þá, skilur, Já. bara heyrðu, private jet, skilur, Já. PJ. ángurís, bara eins og við félagarnir. Já. Já, nei, ég nefnilega, ég skil þetta ekki, sko. Þú veist, en ég skil það kannski að þú ert streamer eða eitthvað, skilur, ert eitthvað svona háður YouTube eða að taka upp, en þú veist, að alltaf þetta, skilur, að vera bara, eiga bara fokkir 100 kilometra svæðið sem getur bara, hann er bara með skriðdreka og eitthvað rugl, sko. Hann er með sko landið sem hann er með, ég datt eitthvað inn á þetta á YouTube daginn, það er stærra en helmingurinn af Manhattan. Aha. Já, þú veist, ég horfði líka okkur vídeo daginn og hann bara, með fullt að gröfum að grafa eitthvað með eitthvað bát og báturinn eðlaðist, bara allir vinir hans með okkur, ég bara svona, þú veist, þetta er miklu skemmtilegra heldur en að allir vinirnir keyra til þín og koma inn í PlayStation í LA, skilur bara hei og fara og skjóta með bazooku á tré, skilur hvað við, bara fokk já maður, ég veit ekki, bara bora gat í jörðina, skilur. En þú veist, má þetta á Íslandi? Þú veist það sem hann er að gera, hann er bara eitthvað, já hérna gerðum við hérna go-kartbraut og hérna er bara eitthvað, já þú mátt ekki vera með þennan það má ekki vera klósett inn í þessum skúr, hvað fucking meinaru, ég á þessa jörð, skilur. Ég veit ekki, sko, Þú mátt ekki skjóta þessari byssu, af hverju ekki, það er enginn hérna, ég á þetta. Já, það er góð spurning, maður ert að skoða, en eflaust er einhverju leiðilegir, en alltaf ég held líka að leiðilegast af Íslandi er hvaða lítill gróður hérna, skilur, ef þú kaupir, ég hef oft hugsað að ég er að keyra, þú veist, norður eða eitthvað, bara einhvers utan bæinn og ég sé, þú veist, sveitabæ og hann er bara plantaður og það er engin tré eða neitt, það er ekkert næs að vera í garðinu með neitt, þú veist, eins og í Danmörku er þetta allt svona hús, skilur, en svo er þetta bara umkróða trjám og það er svo miklu fallera. Mér finnst þetta svo sad að bara vera eitthvað barnanna og bara fara út í garð og þú veist, það er bara vindur og bara bílar og fjöll og kindur, eða skilur, þú veist, já. Þýr minnst upp á slutniðinir. Já, nei, þú veist, en ef þú ætti landi, það var bara gróður, það sér enginn hvort að gera það, skilur. Já, getur enginn böstað þig. Nei, þú veist, ef þú gerir go-kartbraut eða, þú veist, eitthvað, en ef þú ert bara eitthvað staðar út í móa að skjóta bazooku, þú veist, upp í loftið eða eitthvað, skilur, að sjá það allir. En eins og hann hlýtur að vera það stórt land að hann má bara gera það sem hann vill, sko. Ég veit það ekki. Nei, ég veit það ekki heldur. En þessi gaurar voru líka hvað að fara til Puerto Rico. Já, ég held að það hefur verið eitthvað svona skattadæmi. Já. En já, þeir áttu eitthvað svakaleg hús þar. Já. En það er málið, sko. En þú veist, þú getur kannski keypt eitthvað hús á $10 million hérna sem myndi kosta $120 million í LA. Bara ok, ég kaupi þetta $10 million, þá á ég $110 milljónir til að koma á vinnum mínum ykkar og gera eitthvað net shit. Það er alltaf málið, sko. Já, ég veit ekki. Þú veist, hann getur bara byggt hverfi fyrir vinni sína. Já. Bara. Horfður á Netflix bara daginn, eða? Nei. Ertu að tala um helgina? Já. Nei, hann er Nate Diaz og það. Nei. Ekki heldur. Ég veit hvernig það fór samt. Ég veit það líka. Já. Hann alltaf var að renna því. Já. Ég fagnar þessu bara gott að það sé fleiri. Já, 100%. Mér finnst þess að það mætti alveg setja smá pressu á UFC fyrir löngu, sko. Já. Þú veist. En já, svo held ég líka að það sé líka fólk í Bandaríkjunum sem er vanmetið hversu rík þau eru. Já. Eins og til dæmis þeir. Já. Ég held að það sé vanmetið hversu ríki þeir eru. Hvað langar þig, þú veist, þú sér fyrir svona sveitabæjar eitthvað dæmi. Já. Í hvaða landi? Ég væri alveg til í á Íslandi, sko. Já. En ég væri líka alveg til einhvers annar þar. En mér finnst það bara svo flóknara með börn, skilur. Já. Og þú veist, mér langar alltaf að, þú veist, byggja mér hús, þú veist, í Hvalfirðinu eða eitthvað stað þar, skilur. En það er bara allt annað. Ég sé það miklu meira fyrir mig núna þegar, þú veist, þeir eru fluttir að heiman eða eitthvað. Vera svona aðeins fyrir utan bæinn. En mér finnst það bara svo einhvern veginn eigingjart þegar þú veist með lítil börn. Já. Bara félagslega og þannig. Þótt að sé geggjað líka, en samt bara svo mikið vesi með að
komast í skóla Já, og hitt já. og þetta skilur Erfiðar að fara heim að leika eftir skóla já, og eitthvað svona, þú veist, þannig að ég en þú Já, lært eða í sveit mér finnst ég eiginlega vera á fullkomnum stað sko. já. Bara vassendin er svo mikill einmitt Er gróður. einhver að pæla eitthvað í byssuskotunum og basúkunni og Nei, þú veist, ekki eftir að þau sáu að þetta voru byssur skilur. nei, já, Þá fóru já, þau þau voru ekki að fyrir, nei, bara ekki þegar við mættum yfir grindverki bara, hei, Já, hæ! ringdu aftur Já, gerði eitthvað já, Nei, þú veist, mér finnst þetta bara fullkomið sko. Og það er einmitt mikið af svona lóðum á vassendarum sem að þú veist, býður upp á ekki gókartbrautir og eitthvað, en bara svona, þú veist, mikill bara hátré og já, er ekki meira í áttas vatninu jú, bara í göttunum sem ég er í skilur við að fara aðeins neðar, þú Já. veist, þær eru bara risa lóðir. líka það sem Aronli átti heima Já, ég man ekki hvað það heit það var, ég man að hann átti heima bara númer 582 eða Já. eitthvað. einmitt. og þar er líka Vassendablettur, heita það. já, ég held það og þar er hann líka húsa sem þú keirir áfram og bara út á einhver svona litla eyju eða hann Já, svona einmitt. tind eitthvað Þetta er geðvægt hverju sko. já, heyrðum, ég var með Mm. ég ætla að taka Jón Jónsson í hvort myndur frekar Ok. á tónleikunum En hann vildi það ekki. nei, hann vildi ekki hann var líka bara orðin eiginlega bara eilandi fullur hann á baku sig. Það? já og var eiginlega bara hann var eiginlega bara ógeðslega nasti við mig Það? já Hvernig? hann var bara eitthvað að segja að ég hafi verið miklu grennri þegar hann kynst mér fyrst og já, hann sagði að ég hafi verið miklu grennri þegar ég kynst hann fyrst og Hvað hann við suppi? já, suppi og var að og hann var eitthvað að tala um eitthvað hvað hann væri til í að berja mig Nei. jú og hann bara eitthvað ælandi fullur hann já og var eitthvað og svo hringdi hann í hömmellimúsíuna og fór Í alvörinni? já Ok. þannig að ég ætla að taka þetta á þig Ok. ok hvort myndirðu frekar þurfa að vera alltaf í svona basic gummistífilum bara svona græn gummistífil Já, upp að hnjám gamla bara, góða. eða vera alltaf á tánum mættir alveg setja buksunar yfir Ég má setja buxunni þú mættir alveg setja buksunar yfir skilur Ó, alveg sko. þú ert bara eins og setja í tótum Ég held, ég var einu svona alltaf í gúmmutútum. já Ég held að ég myndi velja frekar skona bara upp á þægindin sko. Það er svo vont að labba á jörðinni. já, myndi það ekki venjast Jú, kannski. en þú mættir setja buksunar yfir þannig að Já, ég myndi gera það. En ég þarf að ég að sofa í því, já. nei, þú mátt alveg sleppa Ok, nice. bara, bara það sem þú átt að vera í skóm Já, ok. þú veist Ég myndi velja það. ok hvort myndir frekar ekki hafa gefið út fyrstu plötuna hérna eða ekki tekið þátt í ég ætla að breyta sig ekki hafa gefið út einhverja á plötuna einum eða ekki tekið þátt í Ice Má ég velja sérst bara eina plötu sem að koma ekki út eða þá ég var ekki æskæs? nei, það er kannski ljótt, það er kannski frekar bara ekki hafa gefið út fyrstu plötuna eina eða ekki tekið þátt í Ice Vá. Þurrkast það bara fyrsta platan út og engin mann eftir henni bara. Eða já, sko, þetta er smáflókið er þetta eitthvað ástæðan fyrir ég vil ekki segja að velja einhverja plötu er að þú veist, ég vil ekki að þú veljir einhverja plötu sem særir einhvern eða eða fattur þú hvað ég vil Já. Þú veist, nei ok, ég menn það er bara fyrsta platan en er þetta eitthvað svona butterfly effekt að þú veist, ég vel það og svo bara já en nei þá já, og þú væri bara 140 kíló bara barbecue nei já, ég veit ekki alveg hvernig ég sá þetta fyrir mér Ég myndi velja ég var í rauninni bara að pæla í hvort þykir meira væntum sko. fyrstu plötuna eða Ice Guys. já, Úff Þetta er rosalega þetta er erfið spurning Já ég held að allir skilji bæði svörin sko. Já, þetta sé ekkert eitthvað Nei, ég myndi velja Ice Guys yfir Flottskrökkur. Já, shit og það er eiginlega bara út af strákunum mínum sko. já, Þú veist, þeir hafa svo gaman að Ice Guys. Jón og Frikki og þeir Já. Nei, þú veist, það og líka Já, bara, já. þú veist, Ice Guys hefur opnað alls konar hurðir fyrir mig. já, En náttúrulega fyrsta platan gerir það líka. já, Þannig að- já en fyrsta platan opnaði að þú fyrst borga verið tónlist Æskas opnaði á PG Já. Nei, ég held að það sé ég vil Ice Guys. Það er, mér finnst það líka bara, þú veist, auðvelt að segja það núna, þú veist, en það væri kannski erfiðar að velja eftir 10 ár. já, Fattur, þá algjörlega myndi ég örugglega velja hitt. já, algjörlega
Hvort myndir frekar vera alltaf með kláða sem þú losnar ekki við eða vera með Svona huginn-stæl. og banhuginn-stæl. Nei, þú veist, þið klæjar alltaf, þú veist, bara segjum bara á, þú veist, aftan á kálfanum eða Ok. eitthvað svona, Já. alltaf klóraði, skilur, eða vera með hiksta, alltaf. Það er ekkert þreyttir en að vera með huginn-stæl. Má ég, þú veist, get ég hætt með huginn-stæl? Nei, kláðin er í rassinum aður, þannig að þú ert alltaf klóraðir þar. Fattar þið? Ok, nú er þetta mun erfiðara. Já, þetta er erfiðara, sko. Ég myndi, sko, og ég bara, ég hata að vera með huginn-stæl. Já, Ég myndi velja að vera alltaf að klóra mér í rassinum. já, þú líka þefar. Þú ert svona þefari. Þú líka þefar. Já, ég held að hikstin er eiginlega worst, sko. Já, hann er það. Ok. Hvort myndirðu vilja eiga stolker sem ofsækir þig og börnin þín og fjölskyldu eða vera stolker og sitja einhverju manneski 24/7 og fjölskyldur hennar? Þannig að það var annarkvort manneskja sem að er bara að ofsækja þig og börnin og fjölskyldu. Hvað þýðir að ofsækja? Bara Þú veist, hangandi fyrir utan húsið þitt og... Má ég gera eitthvað í því? Já. Hvað meinar þú? Þá myndi ég velja það. Ok. Hvað myndir þú gera? Ég myndi bara Sjá til þess Ég myndi sjá til þess að þessi manneski myndi hætta þessu. Ok. En langar ekkert að vera stolker? Það er svo tímafrekt. Já, reyndar. Kannski eftir myndina. Já. Já. Ég get ekki alveg verið stolkari núna. Þetta svo illa, sko. Má ég byrja á þessu eftir? Má ég byrja stolk eftir 3,5 vikur? Ok, svo er ég meina hvort myndir frekar að drekka mjólkuglas úr naflanum á 50 tölvunaverkfræðing eða handleggsbrotna? Má ég fá að heyra hann aftur? Hvort myndir frekar að drekka mjólkuglas úr naflanum á 50 tölvunaverkfræðing eða handleggsbrotna? Já, þetta eru tveir erfiðir kostir, sko. Ég held að ég myndi ok, með mjólkuglasið Já. er ég að hella bara svona smá onni í Nei, þetta er naflann? það djúpi nafli að hann er búin að, þú veist, þetta er bara rör. Já, þetta er ekki sexy tölvunarverkfræðingur. Nei. Ok. Nei. Eða þú veist, fyrir eftir hvað fílar. Þú fílar dadbot, Ef þú fílar ultimate dadbot. Ef þú fílar 15 cm inngróin nafla þá, já. Þá er þetta sexy. En þú veist, þetta er samt bara svona, þú veist, mjólkin var hellt í köld og hún er orðin svona frekar heit. Já, hann er með hita. Já, hann er með hita. Beinverki. Eða handleggsbrotna. Og þetta fyrir tökur, þetta er á eftir. Hvernig, er þetta ljótt brot eða? Þú veist, opið beinbrot, en... Þetta er opið beinbrot. Já, en en þú veist, það er alltaf lægi, skilu, og þú hengir bara skrúr. Ég myndi taka naflanar á mig. Já. Bara klára það. Það væri góð leið til að enda helgina. Mhm. Gerður eitthvað á laugardeginum eftir tónleikana? Daginn eftir? Daginn eftir Voruð þið með pössun, eða? Við vorum með pössun, já. Vá, sjáttu þetta og tengdu. Ég bara gerði ekki neitt, sko. Ég var bara upp í rúmi. Ég vaknaði 10. Já. Stundum eftir svona gig Já. þá langar mig að sofa allan daginn eftir hann. Ég bara geta ekki. Ég Já. vaknaði þetta svona þegar maður er þunnur. Já. Þegar maður var þunnur. Þá vaknaði maður snemma og bara gati ekki sofnað aftur. Já. Ég upplifði þannig. Þannig að ég vaknaði 10 og svo var ég lá bara upp í rúmi. Þú veist, ég pantaði Dominos. Já. Tók hérna. Shout out. Já, shout out Dominos. Tók hérna pönnupítsu. Já, ok, þú veit. Heyrðu, eitt sem ég byrjaði að vinna með. Já. Það er pönnupítsa, Hawaiian, bæta við rjómaosti og hvítlug. Aha. Það er mjög gott. Þannig að ég pantaði þannig og svo fór ég bara aftur upp í rúm og ég var bara eitthvað að skrolla og horfa á story og fekk mér Happy Hydrate og fekk mér svo verkjatöflur. Ég var bara ónýtur, sko. Já. Þetta er alveg, þú veist, það er ógeðslega erfitt að lýsa þessu líka. Ég tengi líka alveg það, skilja, þegar ég er búin að spila, þú veist, að maður vakna Þetta er bara eins og þinga. Já. Þú veist, þetta er bara, mér leið, Bara hálf þunglind þinga. nei sko, gaur, mér leið eins og ég hafi verið á e-pillu fyllir í Já. kvöldið áður, sko. Bara Jón Jónsson stæl. Ég var bara niðurtöf. Ég var bara gjössanlega bara mjólka allt Já. serotonin, dopamín úr líkamanum. Þannig að
Ég fann það líka bara með þolinmæði og allt Já. svona, sko, bara þreyta og maður bara svona, En bara sem betur fer þá við vorum bara ein heima og svo kom Sara með gaurana og ég fór að spila kvöldið. Jaha. Var að spila á ásatíð ásatíð Alvotek, algjör veisla Já. í höllinni líka. Já. Svo fór ég út að borða á tapasbarnum Já, ok. með spekli og krismyndi. Kekja. Fengum okkur Ostaköku segi. fengum okkur humor og ostaköku. Já, ég fór sko, ég vaknaði, fór að hjálpaði systur minni að setja upp hillu á nýju skrifstofun hennar. Svo fórum við eitthvað allt í bænum, fórum í kólabort og ég var alveg búinn að því. Það fórum að stúrsast. Já, Og ég bara. ég skuldaði greiða. Það var verið að passa Lukas meðan þau voru á tónleikunum og þannig að ég var bara eitthvað, já. Já. Og eitthvað, þú ert að taka upp alla vikuna? Já, við erum að taka upp næstu 3,5 viku. Heyrðu, það er þegar þessi þáttu kemur, þá er 5. Já. Á morgun kemur út þjóðtíðarleið. Shit, það er eitthvað í hverri viku. Ég veit það. Shit. Já, ég og Birgitta Haugdal og Þormóður. Við erum að droppa þjóðtíðarleiðin núna á morgun. Og ert bara spenntur? Ég er mjög spenntur. Er vídeó, eða? Mjög ánægður með það. Nei, það er ekki vídeó. Ekki vídeó. Já. Annars getur við fengið græður í Reykjavík Fótó. Já, Reykjavík Fótó. Ekki bara fyrir fótó. Líka fyrir vídeo Já. og ádió. Ádió. Þetta ætti rauninni bara að heita Joe. Af því að þetta er fyrir Reykjavík Joe. vídeo, ádió og fótó. 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 Já, þannig að við erum að gefa það út. Svo eru 2 vikur eða eitthvað. Við erum að klára tökur þarna eitthvað í kringum 10. júní. Já. Þá er ég líka með eitt planað sem ég má ekki tala alveg strax. Aha. Já, en það verður stort líka. Þegar ég segi ykkur hvað ég er búinn að plana næstu viku, sko. Wait on it. Wait on it. Ángríns. Mamma. Já, erum við ekki bara að enda á hérna þakklætisháttinu? Já. Það er ekki alltaf gott. Líka að búið mikið að gera. Já. Ég er rosalega þakklátur fyrir alla sem að komu á tónleikana. Alla sem að hlusta og hafa fylgt mér í gegnum ferilinn. Og ég er þakklátur fyrir að vinna við það sem ég vinn við. Ég er þakklátur fyrir það líka. Og ég er þakklátur fyrir þessi 10 ára eitthvað sem við höfum verið að gera eitthvað saman. Og eins og ég var að tala við Birni líka sem er í aukaþættinum. Nei, eða einhvern, ég man ekki hvernig ég var að tala um. Að þá, þú veist, frá því kynnti þér skilur þá gafst út Cowboy og bara svona, já, hann er hann stærstur. Svo svona næsta og næsta og upp til hópa og klagar og eða skilur og það bara einhvern veginn heldur bara áfram, skilur. Minnst þú búin að orðin stærstur svona 9 sinnum eða skilur hvað ég við. Já, og bara þakklátur fyrir þá sem hlusta hér, sem er að vera fleiri og fleiri. Já. Það er ógeðslega gaman að sjá all skilaboðin og allt. Og líka, þú veist, gaman að sjá að voru flestir sammála mér með litlu ljótu leirfuna. Sökka þig. Tjók. Já, bara gegja. Og þakkláttur fyrir Dominus Happy Hydrate og fyrirtækin sem munu styrkja okkur og hafa styrkt okkur. Já. Takk kærlega fyrir okkur.